Einn af föstum liðum á Ljósanótt kjötsúpan frá Skólamat. Hvað segið þið, Skólamata fjölskyldan, og var það ekki þessi gaur sem byrjaði á þessu? Jú. Manstu þetta í fyrsta skipti? Já, ég var á tröppunum á dúshúsinu og þá var ég með lítinn pott sem var kannski 20 lítrar og það þótti mikið. Hann tók stærsta potti þá og núna þurftum við marga stærstu pottan í dag og þurftum að margsetja pottana í dag. Það líka gaman aðeins að fá að vita magn, af því að þetta virðist vera að aukast ár frá ári. Hvað, þið með svona lítratölur og annað í kollinum? Alltaf þegar við tölum magn í Skólamat, af því að það stundum svolítið magn hjá okkur, þá segjum við það bara einn í einu. Hann verður að virka þessi einn í einu og svo bara röð. En í dag þá eldum við 6 tonn af súpu og í því það fór 2 tonn af kjöti. Og nú manni ekki hvað ég sagði við í fyrra þegar við höfum sagt áður, en þetta svona frekar að aukast. Og við teljum að í dag hefur Skólamatur afgreitt kjötsúpu fyrir 20.000 manns, jafnvel 22.000, eitthvað á því bili. Þannig að það eru margir sem hafa borðað kjötsúpu í dag og bara hún líkar nokkuð vel í dag held ég. Þannig að skólakrakkarnir að fá sömu súpu og við erum að fá hérna í skólum landsins sem að þið að þjónusta, einhver mörg, 18.000 manns eða eitthvað? Skammtar? Já, cirka 16-17.000 matar sem að fara í skólana og sumir að koma inn í annarskipti, sumir jafnvel eins og ég í þriðaskipti í dag, bara við elskum þetta. En elska krakkarnir þessa súpu líka? Já, þau elska kjötsúpu, það bara magna hvað þau bara, Við mælum á hverjum degi hvernig ánægin með hvern einasta rétt og það erum við búin að gera í 15 ár. Mælum magn og ánægi og ýmislegt. Og kjötsúpan kemur rosalega vel út í ánægi hjá nemendum. Það svo gaman, íslensk kjötsúpa með bara hreinu lambakjöti, þetta bara... Axel, þetta verður ekkert miklu íslenskara þessi matur? Nei. Og þetta bara lengi býra fyrstu gerð. Þetta bara góður matur. Og það má ekki gleymast og þess vegna svo mikið atriði að gleyma ekki kjötsúpun og hafa hann á matselum eins lengi og mögulegt Já. Til ein svona ríkis uppskrift að kjötsúpu? Jú, við erum með það. Já, við erum. Alltaf þegar við tölum við kokka uppskriftir, þá það leyndarmál. Þeir gefa ekki upp uppskriftir. Af því að þetta svolítið hausnum á þeim líka. Það ekkert að elda, þetta bara nákvæmlega uppskrift og þetta bragðinu. En kjötsúpa svona einhvern veginn, finnst mér svona haustmatur, upphafið að vetrinum. Af því að hún nefnir þetta þá hitti ég kona á hann og sagði, heyrðu, þessi uppskrift nákvæmlega sem hann mömmu, hún setti pípar í hana og það var gerðið við. Þetta fengum við leyndarmálið. Svona byrja kokkarnir að segja smá í einu. Koma leyndarmálið svona hlutaði. En veðrið á Ljósanótt allavega og veðrið á Ljósanótt alltaf gott fyrir kjötsúpu og þetta einhvern veginn hentar vel hjá okkur. En úr því ég með ykkur og við getum ekki tala endalaust kjötsúpu að það mjög gaman að fylgjast með vaxandi fyrirtæki Skólamatar en nú voru ákveðna breytingar í haust þegar var samþykkt á öllum í landinu að öll skólabörn fengju gjaldfrjálsa máltíð. Hvernig getið þið sagt mér í stuttumáli hvernig þetta hefur gengið? Þetta gekk vel út af góðu skipulagi og góðri samvinnu eins og við í Skólamat þekkjum svo vel. Í samstarfi nemendur og skólastjórnendur og okkar góða starfsfólk, þá hefur þetta gengið vel og það var ekki sjálfgefið og ég segi stundum þegar allt gengur mjög vel, þá það ástæðu, þá búið að vinna mikla vinnu og það þannig sem það gekk í vetur. En það hefur reynt verulega fólkið okkar, af því að við vorum alveg stressuð áður en þetta byrjaði, hvernig verður þetta og hvernig verður skipulagið og koma allir einhvern veginn í einu en þetta hefur gengið bara ótrúlega vel. Þegar Axel byrjaði með, svona bara einn stóran pott sem var kannski fyrir nokkra tugi manns, kannski 100 á því, en núna þetta svo mikill fjöldi og þið sem fyrirtæki búin að stækka svo mikið, það hlýtur að vera áskorun í gegnum öll þessi ár. Já, en grunnurinn okkar, við erum fjölskyldufyrirtæki, við leggjum áherslu á það að við erum að vinna fyrir fjölskyldur og erum fjölskylda og það svona grunnurinn af Skólamat og ég held að það sé bara lykillinn, skilurðu. Það samvinna og við erum allavega og starfsfólki okkar og viðskiptavinninni eru allavega og við mætum hvert öðru eins og við erum. Eins og fjölskyldur gera. Og nýtum kosti hvers í starfsmannahópnum. Við nýtum kosti hvers og eins og það við bætum hvert annað upp. Og það svolítið lykillinn og hlusta á viðskiptavinni. Hvað viðskiptavinnurinn vill.
bæta hvort annað upp, af því við erum til dæmis mjög ólík hérna. Sumir tala meira en aðrir og svona. Nei. En Axel, við endum þetta á því að þitt nýsköpunarfyrirtæki fyrir 25 árum síðan orðið mjög stórt, eitt af stærri fyrirtækjum á Suðurnesjum sem mjög ánægjulegt og ósköld ykkur til hamingju með það, en gastu séð þetta fyrir? Stækkunin á fyrirtækjum? Sko, Páll, ég hafði svo mikla trú á þessu að það var ekkert annað sem komst að og það var alveg sama hvaða veggur var og ég fór yfir hann og brauta niður og við héldum áfram statt og stöðu og þetta árangurinn. Ef þú hefur trú að einhverju, þá hefur það af. Ein auka lokaspurning, hvernig að vera með börnin sín 2 að stýra fyrirtækinu og þú svona aðeins ennþá að skipta þar af þú þykist vera hættur? Vistu það fara margir og kaupa sér lottó með það einu sinni í viku. Ég keypti 1, þessi 2. Þetta er 2-falt? Stærsti lottóvinningu sem ég hef unnið að geta verið heima og fengið útborgað. Bara gangi ykkur vel. Takk fyrir þetta, Vali. Kjartan bæjarstjóri, hvað ertu búin að mæta á margar ljósanætur hátíðir? Vistu það? Allar. Já. Ef að þetta svo 23. þá ég núna á minni 23. Nei, grínlegust, ég búin að mæta þar allar bara. Já, ég bara verið það heppinn að vera heima alltaf þegar þetta að gerast. Þetta eitthvað svona sem sameinar íbúana, ef maður horfir á mætinguna og stemminguna? Já, þetta alveg æðislegt sko. Og þó að sé blási aðeins og skýjað og kannski eitt rigningadrópið, þá erum við ekkert að láta það stoppa sig neitt sko. Klæðum okkur bara vel. Já. En þannig að það svona sem að bæjarbúar að fá út úr ljósanótt? Finnst þér þetta svona, já, bara gott start á vetri og hausti og bæjarbúar að sýna sitt rétt andlit á mörgum sviðum og það eru hér 100 eitthvað aðilar sem eru með sýningar og eitthvað. Já. Sko, það sem ég finnst, svona ég finn meira fyrir núna síðustu ár bara þetta, það að segja að hitta fólk og koma saman og hafa gaman. Fara á sýningar, jú, vissulega og hlusta á tónleika og svona, en bara þessi mannlegu samskipti líka sem að skipta miklu máli. En þetta náttúrulega hellingsvinna og sveitafélagi heldur utanum þetta. Já, það rosalega margt gott fólk sem kemur að undirbúningi og framkvæmd og svo náttúrulega frágangi á eftir líka. Við erum bara mjög heppin og þetta mjög mikið sama fólkið sem kemur að þessu ár eftir ár. Og við verðum kannski, almenningu verður lítið var við þann hóp en hann stór. Ég get ekki sleppt öðru sem að spyrja þig náttúrulega Reykjanesbær fagnar 30 ára afmæli á þessu ári. Sveitafélag sem að sameinast og Keflavík, Njarðvík og Höfnum árið 1994 og þú ert búin að vera svona þátttakandi í þessu allan þennan tíma. Hvernig finnst þér svona þegar þú horfir tilbaka þessi 30 ár verandi í framlínun allan þennan tíma á ýmsum sviðum? Hvernig finnst þér svona, hvernig horfir að sveitafélagi í dag að hafa þróast á þessum tíma? Mér finnst þetta hafa verið bara yndislegt að fylgjast með þessu. Sko, Ellert heitinn, bæjarstjóri, hann sagði, ég var í bæjarstjórn á þeim tíma, hann sagði að þetta mun taka 3 kynslóðir. Ég held að það sé hárrétt hjá hann. Maður heyrir, það eru örugglega einhverjir sem telja að þetta hafi verið röng ákvörðun. Ég ætla ekki að fullyrða að það sé algjör sátt þessa ákvörðun þó sé hún 30 ára gömul. En ég þarf að fullyrða að 99% af fólki bara sátt á hana. Svo hefur náttúrulega íbúum fjölgað svo rosalega mikið líka þetta. Og mjög mikið af því fólki náttúrulega flutti bara til Reykjanesbær, bjó aldrei í Keflavík eða Njarðvík eða Höfnum sko. Og veit ekkert hvar bæjarmörkin liggja eða neitt í því sko. Þannig að það frekar auðvelt fyrir það að svara þegar ég spurði hvort að Reykjanesbær eigi berta framtíði fyrir höndum eða þó ég sé 30 ára. Já, ég held að sveitafélagið sé rétt að byrja sko. Þú veist, það svo margt í pípunum líka núna og hefur verið og margt gott að gerast. Að já, ég mjög bjartsýnn. Ekki bara fyrir hönd Reykjanesbær, heldur bara Suðurnesjana líka, allra. Það hefur verið, getum við sagt, meiri vöxtur svona síðustu 10-15 árin. Heldur en 15 árin þar á undan. Hvað var þar íbúa fjölda og stærð og svona? Já, þetta kemur held ég í svona
stökkum eða lotum þú veist, einhverjum biluð. Það koma uppbyggingatíma sem geta varað í 5, 10, 15 ári eða eitthvað. Svo kemur bara stöðratímabil strax á eftir. Sem betur fyrir aldrei fækkun. Við erum aldrei að missa fólk eitthvað annað frá okkur eða þannig. Það er ekkert svoleiðis. En það er búið að vera sérstakt fyrir þið. Þú byrjaði sem bæjarstjóri 10 árum síðan að hvað er búið að fjölga mikið á þeim tíma? Hvað, nánast 1000 manns á ári? Nálægt í? Já, sko, ég var ekki búinn að vera lengi í starfi þegar ég fór með blómvönd upp á sjúkrahús og fagnaði 15.000. íbúanum. Núna erum við 24.000 og eitthvað, þannig að það hefur fjölgað næstu í 10.000 íbúa. Af 15.000 eru þá hvað, 70%, 66,6% fjölgun, sko. Það er algjört einsdæmi á Íslandi í svona stóru sveitarfélagi. Og því fylgja áskoranir? Já, vaxtarverkir. Við höfum fullt í fangi með að byggja nógu mikið á skólum og úti á leikskólapláss og allt það. En það samt gengur bara vel. Glæsilegt, til hamingju. Já, takk, sömuleiðis. Voru búin að fóka súpu? Já, æðislega góð, eins og alltaf. Það var líka á Eyrarbakka með súpuna. Já. Já, og brást ekki bóðalistinn. Það kom að því að sko. En er ekki ágætt að fá alvöru súpu svona þegar haustið er að byrja? Jú, veistu það, þetta er bara mjög gott og ég verði að segja það að mjög sljósanátt bara algjört æði. Er það ekki? Jú. Ertu búin að fara við það og áttu eftir að fara við það? Já, við byrjum náttúrulega daginn á því að fara í sund. Já, það klikkar ekki sko. Já. Sunni. Og í gær enduð við að ranni. Þannig að við erum búin að fara við það. Og hvað tekur við í kvöld? Það verður bara rólegt í kvöld. Það kemur í ljós. Við erum búin að fá útrás. Passar í einhver sem mann og hún að vann aftur og